Já, velkomin að Rauðaborðinu á fimmtudagskvöldi, miðan vetur. Það 50 strákar, er það ekki? Jú. Og klukkan 8. Og hérna voru vanlega að staða fréttir en við erum með það á hold, eins og sagt er. Við ætlum aðeins að meta fjárhagsstöðu samstöðarinnar og hvort að það verði eins og má lesa úr yfirlýsingum Loga að reglurnar séu þannig að það sem við erum að gera, að það nýtur ekki náðar. Að við verðum að halda út í VF eins og mannlíf.is eða eitthvað. Að það sé gott fyrir íslenska tungu. Sjáum til hvað er úr því. Hérna sögðum við vanlega fréttir, en við gerum það ekki, en við höfum alltaf fréttamenn hins vegar, Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Kvöldið. Það eru margt í fréttum. Ég hef aðeins verið að horfa á ensku pressuna í dag. Þar er stærsta hneykslismál sögunar. Segja það. Þeir segja það. Já. Og þeir segja að það sé svo slæmt mál að það er bara vanséð að Keir muni lifað af. Já. Mendelssohn muni líklega enda í fangelsi fyrir að hafa selt Epstein leyndamál. Hann ekki alveg komið fram hvað er alveg. Hann var að hringi í hann og segja hann og svona að það stæði til að selja þessar eignir og eitthvað fleira svo hann hefði svona forskot á því að auðgast eitthvað. Epstein gaf hann einhver pening sem að muni finnst vera svona smáurar, finnst sálinn og æran í Mendelssohn vera ódýr. Já, það má segja það. Og þá kemur það svolítið inn sem hefur svolítið verið að ræða og við höfum svolítið rætt Epstein-skjölun hérna að það að fá að tilheyra hópnum er bara svo mikils virði að fá að vera einhvers staðar í partíi þar sem er konungsfólk og nóbelsverðlaunahafar og ríkt fólk og kornungarstúlkur. Það fólk er til í að fórna ærunni fyrir það. Já. En þetta er hérna magnað að fylgjast með þessu, hvað áhrif þetta hefur í Bretlandi, að meðan þetta hefur sáralítil áhrif í Bandaríkjunum. Það eru eiginlega engi sem er að segja af sér eða eitthvað slíkt, engi sem er að missa æruna, þeir eru bara búin að missa hana. Ég meina Bill Gates og Elon Musk og þeir eru allir í þessu. En það er ekki að sjá að þetta hafi neina áhrif á þá. En þetta er hins vegar í öllum fréttum í Bandaríkjunum. Já, maður tók eftir því í gær að það var mjög lítil umfjöllun í íslensku pressunni þetta mál miðað við að það er bara hver einasti Evrópu og bandaríski miðill fullur á þessu sko. Normennir. Já, það er alveg. Þú getur eiginlega valið hvernig þú vilt segja frá þessu fréttum. Já. En það sem að er þráðurinn í þessu er að það er svona ógeð fólks gagnvart í að einhver elíta lifi eiginlega utan við lög og rétt telji sig ekki bundin af einu eða neinu. Hefur fyrst og fremst trúnað hvort gert og öðru og það er það sem er svona svolítið þráðurinn í þessu og sem er eitrið í þessum Epstein-skjölum sem að munu hafa mikil áhrif á pólitíkina held ég. Já, það er þetta. En ekki hér. Nei, ég ekki nefn að koma ykkur fram sem er þar. Ekki nefn að koma ykkur fram sem er í þessum skjölum. Ég veit ekki hvað verið sambarlegt á Íslandi og Epstein-skjölin. Það sé eitthvað svona elíta hér sem að hérna fari sínu fram. Ég meina að lögin eigi við kannski búðarþjófun en ekki kannski þann sem er einhver Samherja eða eitthvað svoleiðis. Ég held þetta sé allt saman til á Íslandi sko. Við höfum áður í gegnum blaðamennsku afhjúpað nafnalista Íslendinga í viðkvæmum skjölum og þeir hafa stofnað stjórnmálaflokk og njóta 21% fylgis samkvæmt skoðanakönnunum í dag. Annar varð forsætisráðherra í fyrsta skipti. Og annar er orðinn núna framkvæmdastjóri í Samtök atvinnulífsins, maður sem var staðinn að því að vera með ég held þessi kallað skattahliðrun eða eitthvað, þar sem að ríka fólki telur sig hafa rétt til þess að komast hjá því að borga skatta því að skattar eru bara fyrir pöblin. Þetta eru fínir menn í dag. Spurningin er hvort við lifum aðra tíma núna heldur en við gerðum þarna, það sem að menn fengu bara verðlaun fyrir að vera böstaðir, að ætla að sé þannig að sko, ég meina við tökum eftir því í ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur að þar eru ráðherrar að segja af sér fyrir sakir sem að kannski menn hefði ekki gert áður og hvað sem á hann að segja. Þingmaður fyrir vændisköp. Jú, hún er náttúrulega með allt niður sig í þessum efnahagsmálum, í þessum hagstjórnarmálum, ég held að það líka náttúrulega fyrir. Ég myndi ekki orða að það væri með allt vondri stöð. Já, vondri stöð, en ef maður sklára þetta, en við höfum allavega séð að hún er að reyna að ýta heilmikilli siðbót
og svona lækka skandala þakið, hvað þarf til þess að við losnum við pólitískt kjörna fulltrúa sem Hún var náttúrulega með svona mál þegar hún kom fyrst fram. Það voru kaupréttarsamningar sem hún hafði frá Kveikubanka sem hún fekk eitthvað 80 milljónir eiginlega bara gefins. Já, það er náttúrulega það sem að pyrrar almenning líka að ef þú kemst til einhver áhrif á valda og meira þess að þú veist hagfræðingur í Kveikubanka eða svona törskuberi sem bara skottast í kringum ríkukallana að þá er verið að henda í þeim en ekki í eftir hruni þegar kom listin yfir hvað var það sem Björn Ingi Hrafnsson hafði fengið lán á Kaupþing-banka til að kaupa hlutabréf. Var ekki eitthvað yfir 200-300 milljónir. Sem að svona, þú fyrir bara lánað og svo kannski vannstu í lottóinu eða ekki. Og ef þú vannst í lottóinu þá er banki bara að gefa þig peninga. Hann er núna raða á lista fyrir Miðflokkinn í Reykjavík. Jú. En Kristrún borgaði þó bara álagningu sem hún fekk og þetta er ekki eitt af stærstu hneykslismálunum, hennar mál. Ég er ekki að tala um skattsvíkin í því, heldur það að einhver sem er hagfræðingur í Kveikubanka, hann fær 80 milljónir svona í bónus. Já. Það er náttúrulega mjög umdulilegt. En það er alveg ljóst að hún kemur með einhverja línu gagnvart hneykslismálum, gagnvart skandalum, sem að ég gæti trúað að leiði til þess að til dæmis ef upp kæmi mál núna sem við höfum fyrirgefið áður og menn hafa jafnvel verið verðlaunaði fyrir að þá þyrftu þeir að sæta ábyrgð. Ég er ekki frá því að sé einhvern veginn annað andrúmsloft. Ég veit ekki. En þetta Epstein, ég held þetta ég hef haft mikil áhrif í pólitíkina. En það er svo mikil reykur. Það er svolítið gaman að hlusta á Bretana núna. Þeir eru náttúrulega með svo mikið af þessu dóti, sko. Þeir eru svo mikið af podcastum og fleira. Það er allir gömlu miðlarnir eru eiginlega konum með sjónvarsstöðvar og þetta er svo gríðarleg umræða og hún fer svo rætt, sko. Það er eins og það, sko, ótrúlega reykur. Eitthvað var að segja, sko, Nigel Farage myndi græða og ég held að þessi bara fráleit hugmynd, sko. Því hann er náttúrulega tengdur Trump og því öllu, sko, miklu meira heldur en Mendelssohn. Þannig að þetta er alltaf komið ljós. Þetta var aðalega það sem ég sá svona í útlöndum. Ég hef ekki, skal viðurkenna það, ég hef ekki verið duglegur að fylgjast með þinginu og svona. Hvað var að gera til þinginu? Stjórnarandstaðan flengdi Kristrúnu. Í dag var norræn málefni, Norðurlandaráð og fleira þannig. Á þinginu? Ég held að það voru fyrirspurnir, óundirbúna fyrirspurnir fyrst í morgun en svo tók löng umræðum hinn ýmsu norrænu mál. Já, hún var náttúrulega flengt, sko hún Kristrún, í þinginu í morgun. Vegna vaxta á verðbólgu. Af hverju? Hver flengdi? Af stjórnarandstöðinni, fyrir ekki. Og og sko, það var ekkert skrítið. Hún náttúrulega búin að gefa Kristrún grautfúl en ætlar ekki að breyta kurs. Hún notar sjálf, hún sagði sjálf, ég er grautfúl. MBL, já. Yfir að verðbólgan, en ég finn hún á helmingin af hækkuninni sjálf. Já, ég ekki láta mig verja hana, en ég ætla bara að segja, hún á þessi lýsingarorðum eigið skap. Nei, hún er í vörn, hún hefur ekki verið að henga til. Nei, það er rétt. Og þá lengi skal á mann reyna. Já. Og það er við þekkjum það að sumir eru góðir í vörn, aðrir ekki. Sumir eru góðir í öllu og sumir eru bara góðir þegar velgengur. Þannig að þetta eru spennandi tímar þannig. En er þingi þannig, er þetta svona, finnst ykkur þetta að vera deglan í samfélaginu sem er hann þingi? Já, já. Það er náttúrulega kom alltaf svona ágætar umræður inn á milli og svo líka náttúrulega störf þingsins sem er náttúrulega nauðsynlegur dagskrárliður hana. Þar koma líka þingmenn stundum með áhugaverð mál. Já, þetta er fín. Ég upplifi hik hjá helstu aðdáendum Kristrúnar Frostadóttur og svo er náttúrulega lagareldisfrumvarpið alveg að skafa að þeim fylgi vinstri hægri svo við ætlum nú að fjallum í kvöld líka. Matti var að nefna Bretana, þá horfði ég náttúrulega á fyrirspurnatíman í breska þinginu. Þá er það þannig að þegar forsætisráðherra kemur og svarar spurningum sem er vikulega held ég, að þá er leiðtogi Íhaldsflokksins sem eiginlega leiðir það.
hinir koma á eftir sko og ég hvet fólk sem að horfa á þetta að horfa líka á það stundum heldum að þetta sé bara 2 tölna tal en það eiginlega fráleitt í Bretlandi í dag því að þessi flokkar hafa samanlagt kannski bara 40% styrki en hún Badenoch sem ekki hefur svona byrjað alveg vel rosalega gerði hún þetta vel hvernig hún saumaði að Keir Starmer þetta var eins og bara þetta var svo spennu saga sko. Og hann endan með hann segir sko að hann hafi vitað að Mendelsohn hafi verið í sambandi við Epstein og maður að horfa á þetta bara það var svona litlum skjá, ég bara horfa á þetta tölvunni en maður sér alveg bara svona stemminguna í verkamannaflokknum og svo fer maður að fylgjast með því eitthvað sem stígur upp og ver Keir Starmer engin í þinginu, engin í pressunni neinstar. En hann bara einn í vörninni, hann var með eitthvað, ætlaði að vera með eitthvað að tala um eitthvað allt annað í morgun og eitthvað svona fundi. Svo var að kynna einhverja aðgerði ríkisstjórnarinnar, satt síðan með alla pressuna, þurfti að svara fyrir þessi mál. En það engin sem að verja hann, sko. Nei, hann lítur út eins og bara maður sem á bara... Vinalaus. Já, kannski 15 daga eftir embætti. Og þetta verði svona Nixon augnablik eða maybe I shoot have eða... Svo líka verkamannaflokkurinn horfur á það þeir eru með mjög slæma stöðu og óvinsæla ríkisstjórn og svona. Ég meina ef að þeir ætla að ná einhverju endurvakningu að eiga eitthvað tjens í kosningarnar þá verða þau að skipta og er þetta ekki bara brilljant tækifæri til þess? Ég sumir hugsa þannig líka. Já. Þetta er mjög spennandi en þótt að Kristóf sé í vörn og þá er hann ekki í þessari vörn. Nei, langt í frá. Og ekki heldur þeirri vörð sem á Trump hann er orðin á daufur kallinn. Hann finnur það, hann er ekki í meðbyr sko. Og það er nervus. Og hann er bara þannig, hann lifir svo mikið á rósi og klappi. Hann maður sér að hann er bara hann er svona hálf loftlaus bladra. Heyrðu, þeir voru fóru á fund Kristrúnar í dag. Bakkakots mennindir. Drenginir. Já. Og með lögmanni sínum. Já. Það er nú vonandi að þeir fá einhverja... Sæknisbætur. Já, og svo líka þarf eitthvað meira líka. Það er svo mikið að vera tekin svona í burtu. Menntunin til dæmis fer forgörðum. Nei, þeir voru í skóla á Hvolsvelli, já, já. Það mætti í fjósafötunum eins og kom fram í þættinum. Já. En það er ekki að þvó sér á eftir. Það er ekki eins og var í Breiðvík, svo það sem kom bara maður til að kenna þeim. Nei, því að þeir hljóta að fá einhverjar bætur sem það verður bara, er ekki kallað til einhverju matsmenn til þess að meta þetta. Jú. Ég held að það sé ekki gáfulegt fyrir stjórnmálafólkið eða okkur eða eitthvað að fara að gíska á hvað það væri eðlilegt og sanngjarnt sko. Ég myndi vilja sjá eitthvað svona mat. Guðrún heitin Ögmundsdóttir, hún var formaður nefndarinnar í Breiðvíkurmálinu allana. Já, sem að hélt síðan áfram. En núna er ekkert svona í gangi. Það voru ekki búin framlengt þessi lög sanngjarntisbætur, þannig að við erum í tómarúmi því miður. Kannski verða að láta því svona fjara útvegna sem en töldu að væri búið að afgreiða öll mál. Það voru einhver mál sem komu þarna með seinniskipunum sem voru eiginlega ítt í burtu af því að ég man ekki ástæðunar. Það er starfsmaður, ég man ekki nafna á hann, hjá sýslumanninum í Ólafsfirði og Siglufirði, Fjallabyggð, sem hefur verið svona starfsmaður þessara nefndar. Ekkert langt síðan að ég sá viðtalið hann. Ég nota Facebook dálítið í vinnunni til þess að svona fá upplýsingar frá almenningi og í gær þá skrifaði ég status þar sem ég bað fólk að hafa samband við mig ef það langaði til þess að stíga fram og segja einhverja svona sögur, fólk sem hefur ekki áður komið fram. Maður veit aldrei alveg hvað gerist sko, hvort það verður einhver flóðbylgja eða hvort þetta er bara svona stakk tilvik núna. Og það var tvennt sem gerðist að ég er nú ekki ennþá komið með neina viðmælendur sem þóra að stíga fram í viðtali sjónvarpi en ég fekk margar sögur frá... Það var kannski aðstöðu til þess, getum við líka sagt. Þetta er ekki bara spurning um kjarkin, sko. Nei, alveg rétt. Alls konar flókn. En svo fekk ég líka viðbröð frá fólki sem bara sagði mér að foreldrar þeirra hefðu farið svo hræðilega illa með það. Og svo höfðu líka samband fósturforeldrar sem hafa unnið við það lengi að standa sig vel. Þannig að sko
þetta var ágætt. Það var ágætt að vera myndur á það. Svona, við höfum að finna einhverja leið til þess að fjalla áfram þetta, hvernig við förum með börn og hvaða ráð börn hafa og hvernig við tölum það. Það er dæmis eins og það að sumir foreldrar fara illa með börnin og börnin eru sködduð eftir það lengi framdanna og ég held að það sé mjög mikilvægt að það fólk tali það til þess að þau sem eru kannski í sambærilegri stöðu í dag geti speglað sig. Og það getur verið ýmsar ástæður fyrir því að foreldrar fara illa með börn. Það getur verið svona skert foreldrar geta af einhverjum ástæðum, einhverjum sjúkdómum eða einhverjum eða bara einhverja syndi feðranna sem eru þarna og svo erum við náttúrulega sittum uppi með að vera mannskepna og sumt fólk svona hálfgerða skepnur. Já, en svo getur líka verið forvöld að fá eitthvað sem hefur verið vistað hjá fósturforeldri og svona og bara við góða sem bara mannréttindin voru virt og allt þetta og að þegið að þeim og gefið að borða og hjálpa við heimanámið eitthvað, þetta getur líka verið. Já, en við þurfum alltaf að taka það fram að þegar við erum að tala að börn sem alast upp hjá foreldrar sem fara illa með það, þá erum við ekki alltaf fram að allir foreldrar fara illa með börn. Nei, þurfum við kannski ekki alltaf að vera að skjóta. Þetta verið sögu líka, það er til bjartar hliðar. Herðu, ég hef svolítið verið að horfa á að vera með umfjöldunum borgarmálin, hefur ekki svona skrans í það. Ég ætla að vera með, reyna að ná svona 2 oddvitum saman í spjall svona eftir helgi, Pétur og Sanna byrja á mánudaginn. En ég átti eitt eftir sem að var að tala við borgin okkar held ég heiti, sem er spinn-off út úr Ísland þvert á flokka. Þið koma Sigfús Aðalsteinsson fasteignasali og Baldur Bergþórsson ráðgjafi til mín á eftir. Baldur og Konni? Það kallað það? Nei, en ég meina þeir eru með stefnu sem þeir vil ekki borgarlínu og það er svona heitt á þetta. Þannig ég ætla bara, eins og ég segi stundum að þeir eru kosningar þá verður gaman fyrir okkur að nýta tækifæri til þess að tala til dæmis borgarmál með ýmis konar fólk og út frá ýmsu sjónarhorni og við kosningar eru lýðræðisveisla og við fögnuðum við Rauðaborðið og ég ætla að taka þá eina, en svo kannski svona í næstu viku þá förum við að stilla saman fólki úr ólíkum flokkum. Mjög gott. Þið eru með meira, þið ætlið að tala, þú ert ekki með reynslu, er ekki 50 dagur? Jú, ég er með reynslu. Í dag hafa orðið Lárus Guðmundsson, miðflokksmaður og atvinnurekandi, Þórdís Lóa Þórðarsdóttir hjá Viðreisn, borgarfulltrúi fyrir og Kristín Vala Ragnarsdóttir. Sem eins og Pírati. Já. Svo við merkjum hana líka. Jú, prófessor emerita og það verður fjörleg umræða, það er margt að fjalla svo sem það sem við höfum ekki farið út hér háskólakrísu á Bifröst og heimsöryggi, barnavernd og efnahags- og umhverfismál og fleira. Þannig að já, það verður bara stuð. Já. En þú ert líka með fiskaldið ekki? Jú, svo er ég með hlustendur og áhorfendur samstöðurinnar fá eldræðu í kvöld frá Jóhannesi Sturlugsinni, okkar fremsta manni í laxeldi, fiskifræðingi og manni sem hugsar eins og lax. Já, kannski gerir það. Ef hann hugsar eins og lax, þá eru laxa reyðir núna. Og það er talsmaður laxa. Já, hann er talsmaður laxa. Já, norður alltaf stórsins. Ég ætla bara að segja sem minnst, ég ætla bara að segja það að ég hvet ykkur til þess að horfa á fylgjast með því spjalli, hún verður með honum. Hún Þorgerður María Þorbjarnardóttir hjá Landvernd. Já. Herru, þú ætlar að draga þingi hingað inn að Rauðaborðinu, Sigurjón? Já, þingsjá. Það eru þau voru mjög ósámála í þinginu, Bryndís Haraldsdóttir og Dagur Bjarkesson hvort að Evrópusambandið væri einhvers konar friðar fyrirbæri svona svipa bara á NATO. Varnarbandalag. Já, og Dagur tala þannig að það er ekki bara hernaðarmannvirki sem við þurfum að hafa áhyggjur af, það er líka sæstrengir og fleira sem er hægt að herja á okkur með og hann vill meina að ef við værum í Evrópusambandinu væri við betur undir það búin að eiga við svoleiðis, en Bryndís alls ekki og þau tókust bara nokkuð harkalega á og ekki bara það heldur. Svo náttúrulega Bryndís, hann svara fyrir hríðfallandi fylgi Sjálfstæðisflokksins
En þetta var bara snörpumræða. Dagur er svolítið duglur að mæti svona, hann var á móti Guðlaugi Þór, var ekki svo á móti Sigurði Kára einhvers þar. Já. Hann er hérna, þið við stöðu talað það, hann sé að búa sér til svona stöðu, svolítið sérstakarstöðu, svona svipað Þórdís Kolbrún hefur gert í Sjálfstæðisflokknum. Já. Hans leið til þess að reyna að sækja landvinninga utan samfylkingarinnar, því að hann fær nú ekkert mjög mikið rými hjá Kristrúnu til þess að blómstra inn í. Nú þegar hann sé aukaleikari, hann setti sér líklega ekki við það. Nei. Heldur að hann sé í þingliðinu svona í óþökk hennara? Nei, ekki beint óþökk. Það er ekki talið það sko. En það er augljóst að hérna það er einhver svona smá spenna að rífur hann á milli. Hún hefur sagt til að hann eigi bara ekkert inni. Hann er einhver besti ræðumaður á þinginu. Já, og hérna, ég held að það sé margir inn í samfélkingunni sem að líta mjög til hans. Já. Og kannski verður hann eitthvað svona hérna oddviti þeirra sem eru hérna, því að það er nú sagt að Kristrún sé hægri krati og þannig að hann kannski spilar þá einhvern veginn sem mótvægi. Gamaldags krati. Já, með mótvægi við það. Það er eitthvað fréttir frá samfélkingunni sem er eiginlega í listin, í Ísafjarðarlistin, þetta er að veita einhvern tímann að hann verður ekki meira. Samfélkingin alltaf að bjóða fram sér. Við höfum nú sagt þetta fyrir ári síðan held ég að byrjum að tala um það að þessir listar myndu ekki að samfélkingin muni vilja nota uppsveifluna sem er í gangi, eða hefur verið í gangi, getum við kannski sagt núna. Já. Til þess að festa sig í sessi sem sveitarstjórnarflokkur. Já, vel á minnst. Þetta er nefnilega sko stóra máli líka hjá Sjálfstæðisflokknum. Það eru kosningarnar í vor, sko, sveitarstjórnarkosningarnar, að þau trista á það. Þau eru stæðsir sveitarstjórnarflokkurlandsins og þau trista á að þau haldi stöðu sinni, jafnvel og ekki veit, ég veit ekki, en allan að haldi stöðu sinni. Og þegar þau tala þannig að þá er það ekki, getur þá ekki bara verið framtíð formannsins og varaformannsins verið undir, ef það gengur ekki. Ef það gengur ekki? Já. Ég gengur það ekki bara, ég meina það er, segjum að þú sétt svona miðflokksmaður, sigmundamaður og svona, svo ætti að kjósa einhver staðar, Reykjanesi eða Kópavogi og þeir munar ekkert að kjósa Sjálfstæðisflokkinn frekar heldur en að það er ekki svona, það er ekki eins og allir sem eru mögulegir kjósendur miðflokksins er alveg eldheitrið að miðflokkurinn verði að vera vörumerki bara allstaðar. Ég held að sko að því að Sjálfstæðisflokkurinn er víða hægri flokkurinn og ég held að hérna að sko staða hans er mjög sterk. Þannig að hinir eins og miðflokkurinn eða Viðreisn eða eitthvað sem ætla að ná að fóta sig, sem er bæði pínulitlir í sveitarstjórnarstiginu, að það er rosa átak fyrir þá að sækja á þetta höfuðvígi. Já. En ég veit að Bryndís hafnar því alfarið að miðflokkurinn sé hægra með við Sjálfstæðisflokkinn. Já, út frá. Ég er bara, það kemur betur verið ljósi hvað. Ég er bara búin að ræða við hana, ég veit það. Ég heyrði Sigurð Kára að vera að halda þessu fram og þá var að vera að vísa á að þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var að leggja til skattalækkanir að þá tók miðflokkurinn ekki undir eitthvað leys. Sjálfstæðisflokkurinn virðist að vera að talja sig inn á það að hægrið er bara skattalækkanir. Það talaði eins og republikanaflokkurinn bara. Já. Bara skattalækkanir. Það hefur verið þannig. Nei, það, ég meina, mér finnst það ekki vera að hafa verið. Mér finnst það miklu meira núna heldur en kannski bara 1995 eða 85 eða að þú veist að það sé bara eiginlega einn mælikvarði á hægrimessku, það er hvort þú vilja leggja skatta. Sem að þýðir umverulega bara að þú vilt hérna leggja niður opinbert mennta- og heilbrigðiskerfi og félagslega kerfið og einkavæða líklega þetta allt saman. Það sagði mér einu sinni þá þingmann Sjálfstæðisflokksins að það var eitthvað í fréttum og hans sem úlingur leist eitthvað vel á Bill Clinton og þá var bara á þessu heimili stiði republikanaflokkinn. Ég með þetta í hug vegna þess að það er verið breytingar á Sjálfstæðisflokknum, að kannski setur eftir bara fólk sem er svona Liz Truss fólk, sem er bara gamalt nýfrjálshyggju-fólk sem er bara með þessa línu, þannig að svona þjóðverðnistalið og íhaldsemin í svona félagslegu málum það er komið í miðflokkinn og frjálslindið og alþjóðaviðskipti og fleira er komið yfir í Viðreisn og þá situr flokkurinn eiginlega eftir bara með lækkun skatta og ég held að hann verði að finna eitthvað meira ef hann ætlar að vera stór. Herðu, þetta er nú utan dagskrár. Ég hef margt í boði hérna í kvöld. Takk fyrir spjallið. Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem er að hlusta og breytið þessu samtal okkar í fjölmunum. Minni á að það sem að þið sjáu hér og heyrið er allt í boði áskrifanda. Ef þú vilt slást í þann hóp og halda út í samstöðinni þá getur þú farið inn á samstöð.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift.
Það getur skráð fyrir 2.750 krónum. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftina renna sér félagsgjöldin í andvífélag. Það margir að skrá sig ákvarðan þessa dagana. Augljóst að samstöðun hefur stuðning þarna úti. En við ætlum að skjóta hérna inn auglýsingum og svo ætlum við að hafa þingfund hérna við Rauðaborðið. Það geta allir sýnt góðvild öllum og það ekki bara geta, heldur á fólk að sýna öllum og öllu góðvild og það engin vandi, sko. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á góðvild. Vantaði nýja flík? Komdu í skemmtilegasta fatamarkaðin í borginni, í Bólholti 6, fatamarkaður Vorsturnunar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.